Við erum komin inn í dag til að velta fyrir okkur Remit. Já. Málefni sem að allir eru að spá í þessa dagana. Ég sem sagt heiti Vala og er leiðtogi hagaðilatengsla hjá Orku náttúrunnar og með mér er hún Íris Lind Sæmundsdóttir, lögmaður hjá Orkuveitunni sem er sinni þjónustu við ON og ON Power. Íris, það er kannski fyrsta skrefið. Hvað er eiginlega Remit? Remit er reglugerð frá Evrópusambandinu sem að fyrst tekur gildi, er sett 2011 og svo uppfærð 2024 og hún hefur það markmið að setur ákveðnar hátternisreglur fyrir aðila sem að stunda viðskipti með raforku á heildsölumarkaði og markmið á þessari reglugerð er svona að tryggja heiðarleika og gagnsæi á markaði og tryggja svona viðskipti með raforku fari fram á traustan máta og jafnræði sig gætt milli aðila á markaði. Og með hvað hætti reglugerðinni ætlað að tryggja þessi heilindi og þetta trausta markaði? Hvað felst í þessum hátternisreglum sem að við ætlum að fara inn? Einmitt, já. Það eru kannski svona 3 kjarnaatriði í Remit sem að eiga styðja við og tryggja einmitt þennan heiðarleika og þetta gagnsæi á markaði og það er í fyrsta lagi fjallað upplýsingaskyldu á annars vegar þá svona ad hoc upplýsingum eins og innherja upplýsingum. Það eru upplýsingar sem að geta skipt miklu máli varðandi verðmyndun á markaði og svo er það reglubundin upplýsingagjöf, það þarf að skila inn upplýsingum tiltekna samninga og einhverja fjármála upplýsingar og annað stöðu í kerfinu. Svo er það bann við innherja svikum og í því felst í svona grófum dráttum að það er bannað að nota innherja upplýsingar til að kaupa raforku á meðan að markaðurinn veit ekki af tilvist þessara upplýsinga. Og í þriðja lagi markaðssvik, það er bann við markaðssvikum. Það er að segja að það er bannað að sýna af sér einhvers konar háttsemi sem að getur gefið einhver villandi merki til markaðarins framboðið eftirspurn á raforku. Erum við þá kannski bara svolítið að horfa það að það er reglur sem hafa gilt á fjármálamarkaðum nokkur skeið á Íslandi séu svolítið að færast inn á raforkumarkaði? Já, það er svona svolítið verið að spegla regluverk markaðsviðskipti og kannski svona aðdragandinn að þessu, má rekja til þess að það er einhver háttsemi sem að sást á mörkuðum í kringum 2008 til 2010 kannski og var svona leiddi til þess að það var ástæða til að setja þessar reglur og það er horft á regluverk markaðsviðskipti varðandi svona birtingu á upplýsingum og tryggja það að markaðurinn standi allur svona jafnfætis gagnvart tilteknum upplýsingum sem geta skipt máli varðandi verðmyndun á raforku. Þannig að það er í rauninni kannski þessi upplýsingagjöf sem verður svona grundvallar atriði í þessari innleiðingu inn í íslensk regluverk. Já. Að við þurfum að fara að tilkynna ýmislegt út á markað sem hefur ekki endilega verið vann að tilkynna það. Já, og kannski í grunninn er þetta þannig að við erum auðvitað með Orka náttúrunnar náttúrulega býr yfir því að vera með virkjanir og söludeild og en það eru líka fyrirtæki á markaði sem eru bara með söludeild eða sem sagt selja raforku og þau eru auðvitað háð því að kaupa til dæmis raforku af ON frá virkjunum ON þar sem við eigum aukreitis og það er verið að svona jafna stöðu þessara aðila og koma þeim á par við hina og tryggja það að þeir fái ákveðnar upplýsingar á sama tíma og hinir. Svona í svona grófum dráttum er það þannig. Þannig að það er svona að treysta þessa stöðu og tryggja að allir standi jafnfætis á markaði. Þannig að ef það verður einhverja bilanir, við förum í eitthvað viðhald eða eitthvað slíkt, þá er það eitthvað sem við þurfum að láta markaðsaðila vita af í tæka tíð. Já, og ef við horfum á bara hvað eru innherja upplýsingar, það er í grundvallar atriðum bara svona sama skilgreiningu og er í markaðsviðskiptum. Það eru bara veigamiklar, óopinberar upplýsingar sem geta skipt máli varðandi verðmyndun á markaði, sem geta haft áhrif á verð á markaði og þá er það kannski skyndilegur samdráttur í framleiðslu
auki magn í umferð sem getur til að mynda auki það magna raforku sem í umferð þar þá líkur á kannski að verð dragist saman og þetta kallar þá líka á að það þarf að birta upplýsingar einmitt bilanir, breytingar á viðgerðum og svo framvegis, viðgerðartíma og svo framvegis. Nú liggur þetta frumvarp fyrir þingi og eins og þú sagðir áðan þá byggir þetta auðvitað á reglugerð frá Evrópusambandinu sem hefur samt ekki verið tekin upp í samninginn. Þannig að við erum að fara að stíga þarna skref án þess að vera komin í rauninni með Evrópuregluverkið upp inn í EES-samninginn. Gildistakan er 1. september á þessu ári. Þetta er ansi bratt. Akkurat. Já, það er alveg rétt. Þetta er náttúrulega reglugerð sem hún er frá Evrópusambandinu. Það er verið að horfa til hennar. Hún er þrátt fyrir að vera merkt EES-tæk. Það eru sem sagt reglugerðir eru merktar og regluverk frá Evrópusambandinu er merkt EES-tækt ef það á erindi inn í EES-samninginn og svo á þá náttúrulega eftir að taka það inn í EES-samninginn áður en það skapar svona þjóðréttarlega skyldu fyrir Ísland til að taka það inn. Þannig að strangt til tekið er Ísland ekki undir þeirri skuldbindingu enn sem komið en íslensk stjórnvöld hafa samt sem áður tekið af skarið og ákveðið að innleiða regluverk sem að kveður á háttsemi á viðskiptavettvöngum með heildsölu orkuafurðir og það er af því að við höfum séð náttúrulega það eru komnir 2 vettvangar hér á Íslandi og það er mikilvægt auðvitað að fanga þá háttsemi sem að við getum séð birtast á þeim mörkuðum en já, það er auðvitað komin það er frumvarp inn í þingi og það kom inn í haust einhvern tímann og við auðvitað eins og fleiri markaðsaðilar sendum inn athugasemdir og við höfum ekkert enn heyrt þannig að en við höfum ekki fengið nein önnur skilaboð annað en að gildistöku dagsetningin eigi að standa þar sem miðað við 1. september. Þannig að við auðvitað vinnum hörðum höndum á því að tryggja að við getum verið up and running 1. september. Við köllum reyndar eftir því að gildistökunni er frestað allavega til áramóta. Það væri náttúrulega alveg ákjósanlegt þannig að við getum mögulega nýtt haustið til að þjálfa upp fólk og fræða og innleiða verklag með alveg mjög góðum hætti. En já, við vinnum hörðum höndum að því. Einmitt, hvað þýðir þetta einmitt fyrir RON? Þarf að fara í mikla breytingar, innleiðing á nýju verklagi, þjálfun, hvað mun þetta leiða af sér fyrir okkar starfsfólk? Já, við þurfum náttúrulega, þessi 3 kjarnaatriði sem ég nefndi áðan, við þurfum að tryggja það að við séum að starfa í samræmi við þær kröfur sem felast í þessum kjarnaatriðum remit og svo líka öðrum skildum sem að leiða af þessari löggjöf og í því felst að útbúa verklag og leiðbeiningar fyrir starfsfólk og þjálfa það svo upp og við erum auðvitað bara í starthólunum eða erum hafin með þessa vinnu, við erum með verkefnahóp sem að vinna að undirbúningi að þessu verkefni og bara í þessu verkefni og erum með verkefnastjóra sem heldur utan það og þetta verður auðvitað ákveðnar breytingar fyrir okkur. Við erum auðvitað að horfa á það að það þarf að tryggja í ákveðnum tilvikum ákveðin múr á milli sölu og framleiðslu þegar við erum að sjá að við erum með innri upplýsingar til staðar og þá þarf virkjana einingin að mögulega koma því að birta upplýsingar á markað og getur svo átt samskipti við söludeildina. Já, við þurfum að breyta ýmsu og tryggja það okkar fólk sé í stakk búið til að vinna eftir þessu og ég rekna með sérstaklega upphafi og fyrstu missurunum höldumst við öll þétt í hendur og hjálpumst að við að læra og vinna að því að koma þessu inn í DNA-ið og það verður kannski meiri vinna fyrst en svo held ég að þetta komi til með að rúlla svo litið þegar að það hefur myndast þekking og reynsla á því hvernig við bregðumst við og hvaða aðstæður geta triggerað birtingarskyldu. Þetta er eitthvað sem við lærum, það hefur náttúrulega ekki, löggjöfin setur ekki eitthvað hvað segir maður, eitthvað tiltekið viðmið
hvað telst vera innherja upplýsingar á íslensku raforkumarkaði. Þannig að við þurfum svolítið að finna út úr því og við erum auðvitað svona að vonast til þess að við fáum einhverja leiðbeiningar frá raforkueftirlitinu um það en ég held að svona þegar uppstæði þá verði það svolítið markaðarins að svona vinna svolítið með þetta sjálfur líka og svo sjáum við kannski líka þegar fram í sækir hvaða upplýsingar hreyfa við verði á markaði, hvað hefur áhrif og hvað ekki og út frá því munum við svo líka geta móta svolítið okkar svona hvar við setjum viðmiðið. Er þetta ekki kannski bara eðlileg skref sem verið að taka núna svona í kjölfar þess að raforkumarkaðurinn varð frjáls og samkeppni hófst á þessu markaði að núna verði settar einmitt hátternisreglur í kjölfar þess að þessi viðskiptavettvangar hafa tekið til starfa og svo framvegis? Jú, algjörlega. Ég held að þetta sé bara í raun og veru af hinu góða og til þess fallega svona efla tiltrú fólks á þeim aðilum sem starfa á markaðinum og þá kannski ekki síður til dæmis okkar samkeppnisaðilum í sölu fyrirtækjum sem að búa ekki þannig að eiga framleiðslu einingu líka. Þannig að þetta eflir auðvitað tiltrú þeirra aðila líka á að þeir standi jafnfætis öðrum á markaði. Þannig að ég held að það sé auðvitað af hinu góða og það verður bara mjög áhugavert að sjá í raun og veru hvernig hvað áhrif þessar reglur koma til með að hafa bara markaðin í heild sinni. Þannig að það verður spennandi að sjá líka. Það verður kannski bara tilefni í REMIT 2 hlaðvarp. Pottþétt, já, endilega, já. Eftir 1 ár? Já. Heyrðu, kæra þakkir. Já, takk fyrir, sömuleiðis.